Já, við ætlum að byrja á að rifja upp það sem áður var, þó svo við stefnum ótrauð fram á veginn og ég sendi póst á gamlan vinn minn í morgun og sagði að nú þyrfti hann að horfa því að það væri allt gamla gengið hérna saman komið, Kiddi, Snorri og Samúel og Hrefna Brynja að ógleymdu bandin okkar hérna. Þannig að ég veit ekki hvort að margir muna eftir Kristjáni Reykdal og honum Dagbjarti, en þeir sungu lag sem það var ekki gömlu dagana gefðu mér, heldur gamla tímans vakningu við viljum, en við ætlum að syngja Þegar endar mitt stríð. Svo upprennur tíð að ég eilífðar ströndum skal ná. Jesú auga mitt sér og eilífð ég mínum ástkæra frelsara hjá. Þar í alföru sælunnar borg, sólguðs kærleika vermir þar að. Líni átti ég hér, þarna undan frá mér, bústað eilífan Jesús þeim bjó. Syngja minn söng, senn í himinsins eilífu ró. Þar í alfögru skunna landi, undir pálmanna himneska blað. Öll jarð lífsins sorg, í sælunnar borg, sólguðs kærleika vermir þar að. Haf þú enn litla bið, því að eilífan frið munt þú öðlast hjá Guði í laun. Skrúða fann hvíta fá, meðal frelsaðra þá, ef þú fúst þolir kross ber hans raun. Þar í alfögru skunna landi, undir pálmanna himneska blað. Öll jarð lífsins sorg, gleymd í sælunnar borg, sólguðs kærleika vermir þar að. Þar í alfögru skunna landi, undir pálmanna himneska blað. Öll jarð lífsins sorg, gleymd í sælunnar borg, sólguðs kærleika vermir þar að. Við ætlum að syngja annan gamlan og
hjálmum fölna, munið fagra nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum óbreið fjöll. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Mun opnast perlu hliðið, inn ég geng og lít hans auglít undur blíð. Hann sem Kristur Jesús kallast, komu hans sé þá mun minnast, á Golgata hann gaf upp andan sinn, svo að gætum ég og þú séð himininn. Nafni Jesús, fagra nafni Jesús, fyrir nafni Jesús á ég líf í dag. Nafni Jesús, fagra nafni Jesús, fyrir nafni Jesús á ég líf í dag. Á ég líf í Á samkomu hér í Hvítasunnukirkjunni, við langar að lesa, áður en ég geri bæn, sálnúmer 146 og hann hljómar svona í Jesú nafni. Halleluja, lofa þú Drottinn, sála mín, ég vil lofa Drottinn meðan lifi, lofsyngja Guði mínum meðan ég til. Treystið eigi tignarmönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu. Á þeim degi verða áform þeirra að engu. Sæll sá á Jakobs Guð sér til hjálpar, sá setur von sína á Drottinn Guð sinn, hann sem skapað hefir himin og jörð, hafið og allt sem í því hann sem varveitir trúfesti sína að eilífu, sá sem rekur réttar kúgaðra og veitir brauð hungruðum, Drottinn leysir hinna bundnu, Drottinn opnar augu blindra, Drottinn reisir upp niðurbeygða, Drottinn elskar réttláta, Drottinn varveitir útlendingana, hann annast ekkjur og föðurlausa, en óguðlega lætur hann fara villa vegar. Drottinn konungur að eilífu, hann Guð þinn, Síón frá kyni til kyns, halleluja. Drottinn Guð, þakkaði fyrir að við megum vera hér samankomin í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Við biðjum þig himneski Faðir að þú blessir forseta Íslands,
Blessaðu ríkisstjórn Íslands og valdstjórn alla á þessu landi. Við byggjum þig, himneski Faðir, að þú mætið þeim sem eru sjúkir og sorgmæddir, þú komið þeim til hjálpar. Við byggjum þig, Drottinn Guð, að þú blessi Ísland áframhaldandi í Jesú nafni. Amen. Við ætluðum að hafa haustmótum næstu helgi en því miður verður eitthvað lítið úr því. En á föstudagskvöldi, við ætlum samt að hafa svona nokkurs konar haustmót á föstudagskvöldið á Facebook síðu kirkjunar. Á Facebook síðu kirkjunar, Next Friday on Facebook, Pentikostal Hvítasunnu kirkjan Keflavík Facebook, þá höfum við góða heimsókn frá Danmörku. Gospelkonan Lena Löbner verður með okkur og það verður bara í beinni útsendingu á Facebook. Laugardagsmorguninn að þá ætlar hann Snorri að vera með kennsluna sína endatímana og þá færum við okkur yfir á keflavíkgospel.is og þar verðum við líka á næsta sunnudag. Þannig að við erum hérna núna eitthvað 10 manns en þannig við höfum hvatt fólk til að vera heima en þannig að við höfum svona netmót næstu helgi og við höldum áfram að biðja fyrir landin okkar á þriðjudögum og föstudögum vegna þess að kröftug bæn réttláts manns hún megnar mikið. Amen. Jesús með svörin á vörum sér. Hann með lausnir á öllum málum. Svo leggjum þau í hendur hans og lútum honum. Jesús hinn sanni og trúfasti. Hans orð og viska eru byggð á bjargi. Svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Hann svarið, já, hann lausnin. Hann svarið, já, hann lausnin. Hann svarið við allri óreiðunni sem vélar orsar leið. Jesús með svörin á vörum sér. Hann með lausnir á öllum málum. Svo leggjum þau í hendur hans og lútum honum. Jesús hinn sanni og trúfasti. Hans orð og viska eru byggð á bjargi. Svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Því hann svarið, já, hann lausnin. Hann svarið, já, hann lausnin. Hann svarið við allri óreiðunni sem vélar orsar leið.
er svarið, hann er lausnin, hann er svarið, já, hann er lausnin, hann er svarið við allri óreiðunni sem vélar oss af leið. Jesús Amen. Takk Jesús. Halleluja. Amen. Halleluja Jesús. Gjörðu svo vel. Ég auðmýkt til þín kem. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt megi mín hásæti þitt við. Hefur hendur Guð til þín, heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gjörðu líf mitt allt að lofsöng fyrir þig. Í auðmýkt til þín kem og hjarta mitt ég beygi mín hásæti þitt við. Hefur hendur Guð til þín, ég heiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gjörðu líf mitt allt að lofsöng fyrir þig. Og gerðu líf mitt allt að lofsöng. Gjörðu líf mitt allt að lofsöng. Gjörðu líf mitt allt að lofsöng fyrir þig, ó Guð. Halleluja, halleluja. Ó, halleluja, halleluja. Halleluja. Þeir í einu sálminum, gott er að lofa Drottin. Gott er að gleyma sér og lofa Drottin. Og við ætlum að syngja: Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum nafnið hans. Lofum hann, Drottinn born og Guð. Hann lét negla sjálfan sig á krossinn fyrir mig, ég elska hann. Hann lét negla sjálfan sig á krossinn fyrir mig, ég elska hann. Hann lét negla sjálfan sig
lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum hann. Gleymum sjálfum oss stund og lyftum Jesú upp og lofum nafnið hann. Lofum hann, Drottinn vorn og Guð. Lofum hann, Drottinn vorn og Guð. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessar lífið mitt. Þú læknar sérhver sár og þeirra sorgartár. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessar lífið mitt. Þú læknar sérhvern sár og þerrar sorgartár. Jesús, Jesús er ég nefni nafnið þitt. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Nálgast þú og blessar lífið mitt. Þú læknar sérhver sár og þeirra sorgartár. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Þú læknar sérhver sár og þeirra sorgartár. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name. That's the reason why I love him so, 'cause Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name. That's the reason why I love him so, 'cause Jesus is the sweetest name I know.
the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name, and that's the reason why I love him so, 'cause Jesus is the sweetest name I know. 'Cause Jesus is the sweetest name I know. 'Cause Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name. That's the reason why I love him so, 'cause Jesus is the sweetest name I know. Yes, Jesus is the sweetest name I know. Oh, Jesus is the sweetest name I know. Halleluja. Takk Jesus. Amen. Nafn öllum nöfnum æðra. Nú ætlar hann Snorri að tala til okkar Guðs orð í dag. Amen. Það ná í sverðið. Ég var alltaf vanist því að koma vopnaður í kirkju. Vopnið eru þetta sverðið, Guðs orð. Það er kannski saga að segja ef að við þyrftum að vera vopnuð hér. En vopn eru ekki endilega til að drepa. Þau eru líka til að verja
og Biblían hún hvetur okkur til þess að við íklæðumst vopnunum. Og það svolítið athyglisverður þáttur að við eigum að íklæðast vopnum, það eru hertígi ljóssins, því til hjálmur hjálparæðisins, sverð andans, skjöldu trúarinnar, brynja réttlætisins og fúsleg skotnir. Þannig að allt þetta nefnt í Biblíunni sem vopn. Og ég hérna með eina sögu sem ég langar til þess að rifja upp fyrir ykkur. Það saga Grikki. Þeir komu til Ísraels og þeir voru að leita að Jesú Kristi. Og Jóhannes segir frá þessari sögu og hún lætur lítið yfir sér. Og þetta afskaplega einfalt hérna hjá hann Jóhannesi þegar hann segir í 12. kapítulunum: Grikkir nokkurur voru meðal sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaitu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesú. Og þetta svo sem bara, við getum sagt alveg eðlilegt, að ykkur langi til að sjá Jesú, en er ekki Grikkir svona í okkar hugmynd, þetta ekki þjóðin það sem spekinn bjó? Er þetta ekki heimurinn eða veröldin það sem heimspekin, vagga heimspekinnar og það gert mikið úr Grikkjum í háskólum veraldarinnar, sérstaklega vestrænum háskólum. Það yfirleitt verið að tala um Sókrates og Aristóteles og við lærum gjarnan reikniformúlur sem eru tengdar Grikkjum og í huga okkar þá eru Grikkirnir þessir stóru og frábæru og þið vitið þessi vitru menn. Svo var það þannig að ég náttúrulega fór á kaffið með konu minni og ég sá þetta blað. Þetta svo sem bara afskaplega merkilegt blað fyrir mig og ég fór að fletta því, við drukkum okkur kaffi og fór að fletta þessu blaði og þá hérna heilmikil grein forn Grikkja. Og það sem blaðið að segja okkur forn Grikkina, það vakti ennþá meiri athygli mína vegna þess að það kom í ljós að þegar fornleifafræðingar voru að grafa upp grafir, byggingar og aðra þætti í grískri sögu og við erum að tala svona 3. öld fyrir Krist. Þá finna þeir mjög mikið af spjöldum, þetta var jafnvel í leiðum eða líkkistum, þetta voru kveðjur sem voru bölbænir frá grískum mönnum lifandi, þar sem þeir voru að senda bölbænir. Af því að barn þeirra dó, þá vildu bölva þessari fjölskyldu, af því þetta gerðist, þá vildu bölva einhverjum hinum og fornleifafræðingarnir, þeir fundu alveg sæg af svona bölbænum. Og þetta talaði til mín. Og þegar ég fór að hlusta á hvað Biblían segir við okkur Grikkina sem ólust upp í þessu umhverfi, það sem bölbænirnar voru, þeir koma þarna á hátíð gyðinga og þá langa til þess að sjá Jesú. Jesús hafði líka eitthvað svona lagar að segja. Þið munið eftir því þegar sagt frá því í Mattheusi 10 að þá Jesús Kristur að senda lærisveinana út. Og af því að við erum svo biblíu sinnuð að þá vil ég endilega þið flettið upp í Mattheusi 10 og þegar þeir fara út lærisveinarnir þá Jesús með ákveðin skilaboð. Þetta svona frumlærdómur fyrir hinn kristna mann. Og má vera að þetta sé eitt af því sem við þurfum að læra í dag á Íslandi. Við köllum okkur gjarnan kristinn og ég veit að yfir 80-90% ungmenn á Íslandi, þau eru búin að heita því að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. En hvernig förum við að? Jesús sendi lærisveina sína út og hann segir við þá í 10. kapítulunum og 11. versinu: Hvað sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist á fyrir hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur yðar uns til leggið upp. Þegar þið komið í hús, þá árnið því góðs. Og sé það verðugt, skal fríður yðar koma yfir það. En sé það ekki verðugt, skal fríður yðar aftur
til yðar hverfa. Og þetta alveg stórmerkilegt að Jesús Kristus skuli segja sínu lærisveinum að árna þeim friðar þar sem við komum. Við komum til Keflavíkur og hvað eigum við að gera? Jú, við erum að árna því friðar Keflavík. Nú erum við að streyma hér í gegnum internetið, þetta fyrir á Facebook, þetta fer til vina og kunningja og ég segi í Jesú nafni komi friður Guðs yfir hús þitt. Þá verði friður Guðs yfir þér. Nú, ef þú vilt ekki taka við því, þá veit ég að ég græði. Ég græði ef þú tekur við því og ég græði líka ef þú tekur ekki við því, því þá rennur þetta allt til mín. Svoleiðis að það bara win-win aðstaða ef við árnum fólki friðar. Og þegar við tökum þetta á þennan hátt, þá förum við kannski átt okkur betur á því. Að þegar Guð sendi okkur Jesú, þá var hann að árna veröldinni friðar. Við erum alveg öll með þá hreinu ekki satt að Jesús Kristur, hann friðarhöfðinginn. Og það stutt þangað til jólin koma ekki satt og þá erum við að minnast þess að Jesús hafa gefin okkur til friðar. Og við óskum öðrum friðar á jólum. Okkur finnst alveg skelfilegt að jól skuli vera notuð til ófriðar en oftar en ekki að þá hefur friðurinn orðið úti hjá okkur og í heimilum okkar. Af hverju höfum við sjálf mist okkur í einhvern ófrið? Ef að Jesús friðarhöfðinginn og leggur til sinna lærisveina að við árnum hvoru öðrum friðar og blessunar, af hverju venjum við okkur á Íslandi að bölva og ragna hvoru öðru? Hvað ekki margir sem hafa lent í því að við höfum bölvað jafnvel börnunum okkar, við höfum bölvað makanum okkar, við höfum komið inn og við erum reið og við látum börnun okkar heyra það. Og svo erum við mjög undrandi á því að bölbænirnar rætast. Við erum undrandi á því að það til unglingavandamál. Við erum undrandi á því að unglingandi finna sig ekki meðal okkar og finna sig ekki meðal foreldra sinna. Það hefur eitthvað hrínið á þeim sem búið að segja við þá. Við erum undrandi á því hvað hægt að gera með okkar bölbænum. Þetta nú bara kraftmikil íslenska, segjum við. Hún svo kraftmikil, þessi íslenska, að hún kallar yfir heimilið sundrung og ófrið. Hún kallar yfir börnið þín það sem að þú vilt ekki fá að reyna sjálfur. Getur það verið að þegar við lesum þessa einföldu sögu Grikkina sem vildu hitta Jesú, að þá voru þeir búnir að fá nóg af bölvuninni. Þá voru þeir búnir að alast upp við það að samfélagi þeirra það var að hruni komið vegna bölvunar og ragna sem var búið að sá í yfir 300 ár á meðal þeirra. Megi það vera svo að við megum átt okkur á því að friðarhöfðinginn Jesús Kristur, hann besta gjöf sem þessi sköpun hefur nokkuð tíma fengið. Hann kom í þennan heim til að taka bölvunina á sig, svo þú þyrftir ekki að bera hana. Hann kom í þennan heim til þess að verða synd okkar vegna, þó hann hafi aldrei gert neitt rangt. Skiljum við hvað Guð búinn að fela okkur í hendur? Sjáum við hvaða fulltrúi þú átt að vera? Það sem að þú sem kristinn einstaklingur átt að koma inn í heimili og þú veist ekki alveg hver andinn og hvert ástandið en Biblían ráðleggur þér, hún segir við þig, blessaðu heimilið það sem kemur inn í. Blessaðu matinn sem þú ert að fara að borða. Þegar þú kemur á matsölustað, þá það yfirleitt að ég og konan mín sem að förum saman út að borða, við gerum borðbæn. Þetta ekki að því að við erum að sýnast, okkur langar til að lifa kristnu lífi. Okkur langar til þess að blessa það sem að inn í okkur fer og út frá okkur kemur. Okkur langar til þess að bæði þjóðfélagið og heimilið okkar, það sé undirlagt af blessun frá Guði. Og sjáu hvað þetta stórmerkilegt. Ég ætla að fara með ykkur aðeins í nokkra fleiri biblíustaði. Jesús Kristur, hann fær gríðarleg meðmæli frá Guði föður, almáttugum skapara himins og jarðar. Og af hverju nefni ég þetta svona? Jesús Kristur mikilvægasti trúarhöfðingi sem þú getur valið þér.
Og þegar Lúthers kirkja hefur leitt unglingana fram til fermingar, þá þeir að gera það besta sem þeir kunna, að leiða börnin að altarinu þar sem þeir fá að lofa því að gera Jesúm Krist að leiðtoga lífsins. Og það bara gott það að segja. En hvað svo meir? Af hverju hafa þá börnin útskrifast úr kirkjunni eftir ferminguna? Af hverju eru þau hætt að mæta? Hvað það sem prestur þarf að gera til þess að fá börnin aftur og við kennum þeim hvað Guðs orð að segja? Skoðum bara málið, komum inn í Mattheusar Guðspjall, 1. kapitulan og við förum í vers 20 til 21 og þar engillinn að tala við Jósef. Og Jósef sérstaklega útvalinn, skiljiði. Þetta Jósef maður Maríu eða festarmaður hennar og við skulum bara fara í vers 20 og 21. Og hann búinn að átta sig á því að nú María ófrísk og hann átti að sjá þetta sjálfur. Það átti engin annar að koma þátt að gera hana ófríska. Hann átti að hún var honum gefin og hún var honum lofuð til þess að hún ófrísk eftir hann. Móðurlífið hennar átti að fæða hans börn. Og ég hef stundum þakkað Guði fyrir það, hvað hann hefur gefið mér góða konu með gott móðurlíf sem hefur fætt mér frábær börn. Og þvílík Guðs gjöf á ég að vera óánægður með það sem hún gerir. Nei, langt í frá. Ég sé mikilvægi þess. Nú þegar ég komin á efri árin og að nálga 70 hraðbyri, að þá veit ég hversu mikilvægt það að við gerðum það sem gott var og rétt var á okkar yngri árum. Það það sem að kirkja þarf að kenna börnunum okkar og unglingunum. Og vitið þið að Jesús Kristur ekkert hvað sem Við getum ekki ímyndað okkar eigin mynd af honum. Hann kynntur fyrir okkur í orði Guðs, sem Guðs mynd. Hann sonurins eilífa Guðs, Guð af Guði, getinn af Guði. Og sjáu þið hvað Guð segir við Jósef. Hann sendir engil sinn til hans og segir við hann hafi ráðið þetta með sér, því að Jósef var festamaður hennar, hann var grandvar, vildi ekki gjöra henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Má vera að þú standir í svipuðum sporum, þú sért með einhverja skilnaðar hugleiðingar. Þú sért að velta fyrir hvort þú eigir að yngja upp eða hvað þú eigir að gera. En þá fær Jósef þetta þegar hann í þessum hugleiðingum. Hann hafði ráðið þetta með sér en þá vitræðist honum engi drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki að taka til þín Maríu, heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú, því hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Hugsið ykkur þvílíkt veganesti. Og Jósef, hann var stoppaður í skilnaðarferlinu og hann sneri við og í stað þess að skilja við Maríu, þá fór hann að byggja upp sambandi við heitkonu sína. Og út úr þessu kom hjónaband sem auðvitað skaffaði fleiri börn og María, hún var ekki bara móðir Jesú, hún var móðir systkina hans líka og meira að segja, ég fékk daginn senda ættatölu mína. Einn af spekulasjónunum spekulerum á Íslandi. Hann sendi ættatölu mína og ég geti rakið ættir mínar alveg til hennar Melkorku. Melkorka, hún var ambátt tekin frá Írlandi og pabbinar var kallað Mýrkjartan. Melkorka, hún eignaði son sem hét Ólafur Pá. Þetta ættingja mínir. Og okkur finnst þetta bara mjög eðlilegt að við sjáum svona ættarsögu Íslendinga en frá Melkorku og í gegnum ættarbogan á Írlandi þá reka þeir konungsættina frá Mýrkjartan og alveg til Jakobs og til Maríu sem að nefnd hér í Mattheusar Guðspjalli. Svo ég get sagt að það búið að reka ætt mína til Maríu meyjar. Má ég segja amen við því? Ég bara á góðum ættum. Ég get alveg hiklaust sagt: Ó Jesú bróði besti, barnavinu mesti, hann í minni ætt. Og hvað á ég að gera við þennan ættingja minn? Hvernig á ég að fara með hann? Hann segir mér að þegar ég kem inn í hús, þá á ég eigi að blessa það. Á ég að fara eftir því?
Á ég að bölva börnunum mínum eða á ég að blessa þau? Á ég að tala við þau á kraftmikilli íslensku eða á ég að taka þau á biblíumálinu og flytja þeim blessun af hæðum? Og ég segi, megi það vera svo að við látum blessun drottins renna frá vörum okkar yfir heimili okkar, yfir börnin okkar, svo við fáum góða útkomu. Þetta spurningin sáning og uppskeru. Og sjáu þið hvernig engillinn kynnir Jesú Krist fyrir Jósef. Hann af heilugum anda. Og þvílíkt veganesti fyrir Jósef að mega hafa þetta í huga að drottin okkar og frelsari af heilugum anda getinn og fæddur af Maríu mey, píndur og dögum Pontíusar, Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. En það ekki bara punktur þarna. Það kemur næsta setning, reis upp á þriðja degi. Og þar við líka með þennan drottin okkar og frelsara og við getum alveg hæglega sagt amen við þessum boðskap. Ég ætla að fara með ykkur í annað orð líka, förum í Mattheusar guðspjall, 8. kapitúla. Og við gleymum því ekki hvað Mattheus að segja við okkur og ég ætla ekki að fara með ykkur út alla biblíuna, en við skulum taka Mattheusar guðspjall, 8. kapitúlan og í versi 27. Dásamlegt alveg því að þetta svo kraftmikið orð og góð kynning Jesú Krist. Þeir sögðu, mennirnir undrust og sögðu, hvílíkur maður þetta? Og af hverju voru hissa? Hvílíkur maður þetta sem engilli kynnti fyrir Jósef sem frelsari mannanna. Sem Guð var búinn að staðfesta að hann væri sonur sinn. Og af hverju var þetta hvílíkur maður? Jú, af því að vel vindar og vatn hlýða honum. Heil náttúran, öll náttúran, hún hlýðir honum. Hver sá sem við erum að predika hér í Keflavík? Hver sá sem að vill fá tökin á okkur öllum sem hér eru? Akkur ekki láta hann blessa heimilið okkar og ná tökum á okkur sjálfum? Og skiljiði, okkur fært vald. Okkur fært vald blessunarinnar inn í heimilin okkar. Kannski það okkar veikleiki að við höfum leyft djöflunum að koma og tvistra heimilunum okkar og fara með börnun okkar hvernig sem Við höfum bara eins og lagst á kottan og hugsað með okkur, ég bara ræði ekki við ástandið. Og það út af fyrir sig alveg rétt. Við ráðum ekkert við ástandið nema Guð grípi inni. Og þið feður og mæður, ömmur og afar, látið ekki djöfulinn komast upp með það að tvistra öllu og tortíma árum saman. Leyfiði blessum Guðs, krafti Guðs, koma yfir ykkur, börnin ykkar og barnabörn, því að við eigum að erfa blessunina. Hvorki meira en minna. Skoðum fleira. Ég kem með ykkur líka í Mattheus 11, því að þetta auðvitað stórkostlegt, ég ætla ekki að hafa þetta mjög langa ræðu, en þú sá sem koma skalt, Jóhannes skírari, hann var fyrir rennari Jesú Krist. Hann var boðberi sem kom á undan. Hann var maðurinn sem predikaði út í eyðimörkinni. Og þeir spurðu hann, farisearnir og saddukearnir, hver ertu? Hver ertu? Og Jóhannes hann svaraði þeim og vísaði til 600 ára gamals spádóms. Hann segir við þá, ég rödd hrópandans í óbyggðinni, eins og spámaðurinn sagði. Hann sagði það fyrir 600 árum og Jóhannes gekk inn í þennan spádóm. Þetta búið að vera núna hjá okkur, 2000 ára gömul ritning, 2000 ára gamalt orð. Vilt þú ganga inn í það orð? Við eigum aðganginn að þessu frábæra orði og það á að vera þinn grundvöllur. Og mundu, ef að vindar og vatn hlýðunum, hvað gera þá ekki illu öflin líka? Þau hlýðunum einnig. Tökum á okkur þetta hjálpræðisins, skjöld trúarinnar, brynju réttlætisins, fúsleik skóna, verum með sverð andans og leifum djöflunum að finna fyrir því að við erum sigurvegarar í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Megið að verða svo. Og við komum í þessum kafla í 11. kapitúlunum, þá förum við 3. versið. Jóhannes í vafa og hann spyr, ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars?
Og það var allt í lagi fyrir Jóhannes að spyrja. Jesús móðgaðist ekki neitt. Eigum við að vænta annars? Hugsa ykkur hvað þetta er merkilegt. Koma fleiri spámenn, koma fleiri frelsarar, verður ykkur önnur lausn. Við erum stundum að glíma við menn sem hafa boðið okkur nýrri spámenn. Við vitum að Íslam, hún er með spámann sem kom 600 árum eftir Jesús Krist. Við erum með Bahai-trúna, við erum með spámann sem kom 800 árum eftir Jesús Krist. Eigum að vænta þeirra? Nei. Og Jesús hann bara segir við á og takk eftir 5. versinu í þessum sama kafla. Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast, daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnar erindið og sællir sá sem hneykslast ekki á mér. Jesús var alveg með þetta á hreinu og ferilskráin hans var alveg frábær. Hver vill ekki hafa svona mann í vinnu? Hver vildi ekki hafa þennan í fyrirtækinu? Blindir fá sýn, haltir ganga, allt gengur vel, efnahagurinn hann fer að blómstra. Þarf þetta ekki á Íslandi í dag? Þarf ekki svona vitjuna tíma yfir okkar land, það sem einhver veira sem enginn sér, er að lama efnahagskerfi landsins svoleiðis að menn sjá ekki fram á annað heldur en erfiða og þrengingar tíma. Getur það verið að það þurfi bara hreinlega að íslenska þjóðin fara á hnén og segi við Drottinn okkar og frelsara verið þinn vilji en þú hefur björgunina, bjargað okkur. Komdu til okkar og bjargaðu Íslendingum. Erum við kannski of stolt og erum við of mikið í stærilæti að segja, já við erum náttúrulega með bestu mannréttindi í heimi. Við ætlum bara að bjóða mönnum mannréttindin, en hefur Guð eitthvað rétt? Hefur hann engan rétt hjá okkur? Megið það vera svo að við mögum skipta út mannréttindum okkar til þess að Jesús Kristur fá að eiga réttindi hjá okkur sjálfum. Mér finnst dásamlegt að taka fyrir einmitt þessa þætti sem skipta máli af því að þetta er alltaf erindi sem á til okkar. Þetta er alltaf orð frá himninum sem kemur til okkar. Ég ætla að fara með ykkur að lokum í Mattheus 17. Það er dásamlegur kafli sem á erindi til mín og ég hef mikið oft hugsað út í þetta, hvað þetta er frábært að sjá hvernig Jesús Kristur kynni sig. Hann fer upp á fjall. Ég hef farið upp á þetta fjall. Það kallar Tabor, Mount Tabor, og þar eru tvær kirkjur, eða ein kirkja getur við sagt, og það er með 2 turnum, annar er með mynd af Elía og hinn er mynd af Móse, og þetta er kirkjan sem á að minna okkur á það að þar ummyndaðist Jesús. Og sjáu hvað þetta er stórmerkilegt. Ég ætla að fara með ykkur í 5. versið í þessum kafla. Meðan hann var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský. Og rödd úr skýinu sagði, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Hlýðið á hann. Skyldi það vera að þegar gyðingarnir hlýddu á Jesúm Krist að það hafi orðið þeim til blessunar? Skyldi það vera að þegar Grikkirnir komu til Filippusar og vildu fá að sjá Jesú að þetta hafi orðið þeim til blessunar? Skyldi það vera að ef að við göngum fram fyrir Drottinn okkar og frelsara Guð almáttugan Jesúm Krist að það verið okkur til blessunar? Já, hver gaf honum þennan vitnisburð? Hver gaf honum þennan vitnisburð? Sjáu versið á undan. Meðan hann var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd kom úr skýinu. Hvers rödd var þetta? Jú, það var Faðirinn á himnum sem viðurkenndi Jesúm Krist sem son sinn. Hann skammaði sín ekki fyrir þennan son. Hann skammaði sín ekki fyrir þennan son sem var getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey og útvalinn til að frelsa þig og mig. Ég vil segja þetta við ykkur öll til þess að við áttum okkur á því að þessi Kristur Jesús, hann á ekki að vera máttlaus drottinn í þínu lífi. Hann á að vera sá sem hefur allt vald bæði á himni og jörðu eins og segir, og hann á að hafa allt vald yfir þínu lífi. Hvernig gengur að losna við sjúkdóm og sjúkleika og krankleika?
Hvenær báðum við síðast fyrir því að Drottinn læknaði líkama okkar af þessum sjúkdómum? Við erum að tala um Jesú. Og hvernig vill Guð heiðra trú okkar á hann? Öðruvísi heldur en við fáum að sjá að blindir fái sýn, haltir ganga, lamaðir þeir rísa upp og dauðir rísa upp. Megi það vera svo hjá okkur að kristin kirkja á Íslandi, hún megi birtast sem máttarstólpi himinsins á meðal okkar, ekki bara ríkisstofnun. Og ég ánægður með það að Alþingi og að skuli vera raddir í þjóðfélaginu að hafa aðgreining milli ríkis og kirkju. Ég bara ánægður með það. Ég vil að verði ekki aðgreining milli himins og kirkju. Ég vil að himinin og kirkjan verði sammála. Ég vil að orð Guðs og kirkjan verði sammála. Ég vil að Guð almáttugur skapara himins og jarðar og frelsan okkar Jesús Kristur, þeir verði sameinaðir í eitt og við mögum vera með honum alla tíma. Að síðustu. Við förum í Mattheus 27. Dásamlegt orð sem að Jesús að tala um. Og þá erum við komin að þeim tíma þegar Jesús líður og hann er að gefa upp öndina. Og í 27. kapitulunum krossfestingin hans. Og hann að gefa upp öndina fyrir þig og fyrir mig. Og þegar hann á krossinum og hann að hrópa Eli og lama sabachthani, þá eru 2 krossfestir honum til sitt hvorar handar. Það eru ræningjar og mísyndismenn. Og þeir eru líka að deila. Annar segir í 54. versinu, sem alveg stórmerkilegt vers hjá okkur. Hann kallar til Jesú og segir við hann og játar þá leið að hann sonur hins lifanda Guðs. Og þá þetta stórkostlegt orð þegar hann segir hérna við hann. Minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Og svo þegar hann deyr og Jesús segir við hann leið, sannlega segir þér í dag skaltu vera með mér í paradís. Og það var engin vafi á, það þurfti enga kommu og það þurfti engin greinamerki. Ræningi skildi leið og þegar hann gaf upp öndina, þá fór hann til paradís. Alveg svo Jesús talaði af því að viðurkenndi Jesús son Guðs. Svo þegar Jesús allur, hann hangir líflaus á krossinum. Þá komum við að 54. versinu. Þá eru þeir sem krossfestan og sáu dauða hans. Tryggðu það að þessi maður svo rækilega festur á krossin að hann gat sig hvergi hrært aldrei eftir það. En þeir segja við hann, þegar 100-höfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftan og atburðið þessa, hrættust þeir mjög og sögðu, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Við hér í Keflavík í dag, við erum að boða þennan Jesú. Sem Jóhannes sótti huggun til, sem að Jósef fekk leiðréttingu fyrir, sem Grikkinir sóttu til, sem blessaði og kenndi okkur að blessa frá okkur en ekki bölva. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Á ég að efast þetta eða á ég að taka við þessu? Og ég vil enda mín orð og mína ræðu með því að segja, ég vil að við sameinumst í bæn. Þú, það sem þú ert og við hér í þessu sal, biðjum saman að þessi sonurins lifanda Guðs, hann verði herra og drottinn í okkar lífi. Það þitt að gefa honum valdið yfir þínu lífi. Ég skal sjá mig að gefa honum vald yfir mínu lífi og hann sem hefur allt vald á himn og jörðu, hann mun fara vel með það vald. Í Jesú nafni, drottinn minn. Þú sem ert sonur Guðs, þú sem ert frelsarinn okkar og lausnari, þakka þér fyrir að við mun kynna þig fyrir öllum þeim mönnum sem undir bölvun. Við viljum kynna þig, drottinn minn, sem lausnarann, sem leysir okkur frá bölvun, frá erfiðleikum, frá hrammi syndar og djöfuls og leiðir okkur inn til eilíðar og fagnaðar þíns. Drottinn, að þín friður megi koma yfir okkur. Og við getum sagt við í Jesús, hér ég, drottinn, fyrirgefðu mér syndir mínar. Leystu mig frá þeim vanda
sjúkdómum og erfiðleikum sem hafa barið mig og hrjáð mig árum saman. Gefðu mér nýja tíma, náðartíma í samfélaginu við þig. Ég vil fylgja þér og þjóna þér og viðurkenna Drottinn að þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs, frelsari minn. Í Jesú nafni. Amen. Heyri amen. Megi Drottinn Jesús Kristur sannarlega blessa ykkur. Takk ykkur innilega fyrir. Þið þurfum ekkert að slökkva, við ætlum kannski að syngja eins meir.